Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það birtist grein fyrir stuttu hafstraumana hérna í hafinu í kringum okkur, í Atlantshafi og sem bendir til þess að það gæti gerst miklu fyrr heldur en að fólk hafði talið og líka kannski miklu líklegra en fólk hafði talið að þetta kerfi geti fallið og við þekkjum það nú Íslendingar hvað það þýðir við höfum að sömu leyti getur verið hérna út af Golfstrauminum en ef að hann fellur að þá verður hér allt annað loftslag og verra heldur en að var fyrir séð. Þetta svona okkar heimsendi og ég tók eftir í svona umfjöllun þetta að þessi grein töluverð tíðindi. Það ekki þannig Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur á veðurvaktinni? Þetta ekki... Jú, það má segja það. Hún ein svona nokkur á undanförnum árum sem að niðurstöður rannsókna sem að benda til þess að við getum verið að nálgast einhvern svona vendipunkt í þessu. Þannig ég útskýri það kannski betur eftir hvað vendipunktur í þessu samhengi en þessi grein í Science og þetta línurit sem að birt þar, það var hollendingar sem stóðu fyrir þessu að þeir svona reiknuðu aðeins lengra, þeir fóru og reiknuðu þess veðurfarslíkun og reiknuðu út frá svona þessum venjulegu loftslagsviðsmyndum og reiknuðu þeir fram yfir næstu aldamót og fram á 20. öldina og þá gerðist það með öllum sviðsmyndunum að það var sem sagt mikil minnkun í hafstraumunum eða innflæði hlýsjávar hérna norður eftir í þeim öllum og gerðist bara í raun og veru á svipuðum tíma. Þannig að eins og það vorðið, þeir hafa náð þessum vendipunktu einhvers staðar þar og það í raun og veru þá vakti þetta eins og segja, þetta vakið talsveit mikla athygli og ég skrifaði þetta bara mjög fljótlega og brást við og Stefán Ramstorff sem er þýskur hafeðlisfræðingur og loftslagsvísindamaður sem nú dálítið þekktur fyrir að tala mikið þetta Potsdam í Þýskalandi hann lét hafa það eftir sér að áður eða fyrir áður þessi grein birtist að þá lítum menn á þetta sem svona eitthvað sem afleiðingar loftslagsmála sem að væri fremur ólíkleg en hefði mikil áhrif og líkurnar væru kannski 1% en hann sagði að nú verðum við að horfa til þess að líkurnar geti verið meiri og alltaf 25% að þetta geti gerst á næstu 100 árum eða eitthvað svoleiðis. Það breytir svolítið stöðu Íslendinga gagnvart loftslagsbreytingum. Við þekkjum þess eins og Kyrrahafsþjóðir sem eru mjög ákafar að mæta á ráðstefnur og slíkt vegna þess að það katastrófa yfirvofandi. Kannski ekki, ég veit ekki hvernig það reiknaði á þeim, hvort þessu 25% líkur á 100% katastrófu. En við erum kannski bara að lenda í þessum hópi að við getum orðið mikil fórnarlömb loftslagsbreytinga. Já, mikil ósköp og Kyrrahafseyjunum þetta þannig að menn eru þegar farnir að sjá sjávarborðið stíga og rísa og sjá það bara koma á móti sér og þeir hafa eðlilega haft hátt og það eitthvað svona sem gerist bara svona línulega, tiltölulega línulega, ekki endilega hægt og rólega heldur hratt og örugglega með í raun og veru annars vegar bráðnun jökla, ískvelana á Grænlandi og Suðurskautslandinu en líka bara við það að heimsaumin hlýna þá verður á sér stað þensla þeirra við uppbytun og það lyftir líka sjávarborðinu. En það sem við erum að tala hér í raun og veru skyndileg breyting sem verður á hafstraumakerfinu vegna þess að það hefur tvenns konar jafnvægi og ef við bregðum hér upp mynd sem að Stefán Ramstorff... Ég fékk þig hérna til þess að útskýra þetta fyrir mér. Ég vonir það að þegar við erum búnir þá mun ég skilja þetta. Það er gott. Og við skulum fá upp hérna mynd sem að Stefán Ramstorff hefur talað dálítið og hún sýnir í raun og veru uppgötvun sem var gerð og þetta niðurstaða þeirra við ískjarnarannsóknir á Grænlandi á 9. áratugnum og þetta voru mjög merkar ískjarnarannsóknir sem að borað ofan í
í Grænlandsísinn og svo í... Og hægt að horfa langt aftur. Aftur í tíman og svo þegar var búið að koma niður á botni í ískjarnanum eða í jöklinum og þá var farið í setlögin sem voru undir elsta ísnum og þá gátu menn farið að lesa úr fyrri ísaldir. Og það var alveg merkilegt að það var íslensk kona sem tók virkan þátt í þessum rannsóknum og á mikið þáttið með þessum danskort sem að þessar sveiflur eru kenda við saman til sérstafmyndinni og það var Árný Erla Sveinbjörnsdóttir sem er kona Sösara Skarphéðinssonar. En þarna er með tvær myndir, A sem er þá til vinstri. Já, sem er það ísöldin þar sem þetta straumakerfi næri ekki upp til okkar? Já, einmitt, það er ísöldin, þá liggur ísaldar jökullin hér yfir og suður fyrir landið og djúpsjávarmyndunum svo kallaða, það sem að velti hringrásinn, það sem að hlýr Atlantsjór streymir þetta norður eftir, hann er jafnframt saltur og þegar hann kólnar þá er hann þyngri en sjórinn í umhverfinu og hann sekkur og allar leiðir á botn. Og þetta gerðist sem sagt á ísöldinu fyrir sunnanlandið og svo hafa menn séð í þessum ískjörnum að umbreytingin frá því sérstaklega frá því að kerfið var hér allt mjög norðarlega og náði hérna norður að það í raun og veru bara það brast á 50 til 100 árum. Það gerist mjög skyndilega. Mjög skyndilega. Já. En hinmyndin, bíómyndin er þá eins og ástandið er í dag eða hvað? Eins og ástandið er í dag. Já, það sem Golfstraumurinn nær norður á bóin. Er ekki alltaf að kalla þetta Golfstraumurinn? Jú, eða norður Atlantshafsstrauminn. Golfstraumurinn í raun og veru er í raun og veru bara sá hafstraumur sem kemur úr Mexíkóflóanum. Það er rótin að öllu saman og streymir síðan fram hjá Hattiðarsöfða í Georgíufylki og áður en hann streymir út á Atlantshafið, þá fyrir við að tala um norður Atlantshafsstrauminn. En þetta er forsetaferð þess að það er hægt að búa hér. Jú, og við læriðum, við sem erum orðið miðaldri og eldri, við læriðum það að Golfstraumurinn héldi landinu í byggðum á að segja. Og hann er líka gjöfull við Noreg. Það væri ekki svona blómleg byggð í Lófoten ef ekki væri fyrir Golfstrauminn. Nei, og þetta er gríðarlegur flutningur af hlýjum og söltum sjó hérna norður á bóginn og stærsta kvíslin hún fer á milli Færeyja og Hjaltlands og heldur áfram norður með vesturströnd Noregs og stefnir í raun og veru í áttina suðurótta Svalbarða og inn í Barentshafið. Lítil kvísl af þessu fer hérna vesturum með. Við fáum bara hluta. Svo kallar Irmingarstraumurinn. Allt er þetta og meira til hluti af þessu norður Atlantshafsstraumakerfi og við sáum að myndin áðan að það munar 6 gráðum á því hvort við erum í jafnvægisástandinu sem er núna eða hinu ástandinu það sem að Golfstraumurinn í raun og veru eða straumakerfið það flyst til suðurs og við sjáum á næstu... Þannig þessi hringrásin hún brotnar þá fyrir sunnan okkur og munar hvað séu 6 gráðum á hita sjávar þá? Það munar 6 gráðum á hita sjávar eða bara á hita breiddargráðunar. Ef við höfum ekki strauminn og þá erum við með 6 gráðum. Á 6 gráðum kaldar. Já, ég nefnilega einhvern tíma var ég að reyna að skilja þetta og þá var ég þarna í Þrándheimi. Ég held að Þrándheimur er eiginlega sömu breiddargráðu og Reykjavík og Núk er það líka. Já. En það er alveg þetta að búa á Núk. Það sé svona stundum borgarísjaki í höfninni. Það er hægt að lifa þar. Það er alveg hægt að lifa þar en það er miklu kaldara með okkar breiddargráðu. Þeir njóta ekki varmastreymis af hlýsjónum nema með óbeinum hættin stundum þetta berast sunnan vindar þangað norður eftir og sem er varminn að sunnan en straumurinn umlykur ekki svæðið eins og að gera með okkar eyju að mestu leyti hann umlykur hann ekki alveg. Ég segi þetta því þú átt að tala um ísöld og ísaldarjökulinn þá var bara jökull hér yfir öllu. Jú. En ef að kerfið brotnar þá er ekki þar með sagt að það verði algjörlega óbyggilegt á Íslandi. Nei og það er ekki verið að tala um það að straumurinn stöðvist heldur það minnkar bara varmaflæðið hingað norður eftir. Það minnkar norður eftir en við sjáum að næstu mynd og hún þetta er mynd sem ég tók mig til og þýddi og sem sagt að hita á selturhringrásin er sýnt þarna til vinstri að það við fáum sem sagt það sem gerist í raun og veru og þess vegna heitir þetta Golfstraumur að Mexíkóflóin að það vegna ríkjandi austanátt að þá stendur sjórinn hærra í Mexíkóflóanum og hann streymir út af miklu móðum Flórídasundið og út á Atlantshaf og þetta er gríðarlegt vatnsmagn sem fer þarna norður með austurströnd Bandaríkjanna og
og síðan taka vestanvindarnir við að bera þennan heita sjó, ríkjandi vestanvindir, þvert yfir Atlantshafið. Suðvestanáttin okkar, já, sem er hérna ríkjandi og menn þekktu í siglingum hér fyrir öldum síðan. Og ber þetta í raun og veru alveg lengst norður fyrir Ísland og þar er þessi upphaflega saltisjór sem er fullsaltur 35 prómil, að þá kólnar hann niður í 0 og jafnvel, og áður hann að kólna niður í 0 og áður hann nær að frjósa, hann verður þetta enn kaldari, að þá verður hann þyngri en þannig kring og það myndar djúpsjó, þá sekkur og ef við tölum veltir hringrásina þá þetta það er margir þættir sem að ýta þessu hingað norður eftir. Bæði er það vestanvindarnir, það er líka það að þegar að sjór sekkur þá togað í nýjan sjó. Þannig að þetta er færiband. Hita- og seltufæriband var þetta stundum kallað. Og svo rennur hann þá suður eftir þegar hann er sokkinn og orðinn kaldur. Já, það er sjáuð að bláa kvíslinni, að það er raun og veru djúpsjór sem að rennur með botninum og alveg suður á Suður-Atlantshaf. Þannig að þetta er, og yfir Indlandshaf, þannig að þetta er stór og mikil hringrás, en það sem getur gerst er það að bæði vegna aukins ferskvatns sem að verður vegna bráðnunar. Sem eins og Grænlandsjó og blandast þessum saltarisjó og gerir saltasjó og gerir það verkum að hann verður léttari. Og líklega ísinn bara á pólnum. Ekki? Nei, ísinn og fyrst og fremst Grænland. Fyrst og fremst er það Grænland, en líka það, og það hefur ekki mikið verið umræðinni og flækir máli pínlítið, að Íshafið sjálft er lokað innhaf og inn í það streymir gríðarlegt magna ferskvatni. Það er þess að 7 stór ár sem koma frá Síberíu, Mackenzie-fljótið í Bandaríkjunum og ég man nú ekki alveg hvað heita allar þessar ár sko. En það safnast upp á nokkrum áratugum svona heilmikil bóla af fersku vatni, lítt söltu vatni. Og hún á það síðan til að springa fram og koma í Austur-Grænlandsstrauminn sem er hér með streymir hér til suðurs með Grænlandi sem er kaldur straumur og með seltulitlum sjó og honum fylgir hafís og þegar hafís ári voru hér þessi annálaðu 60-71 að þá sýndi Sven Ove Malberg og fleiri haffræðingar. Þetta var ástæðan? Þetta var the great salinity anomaly, að stóra seltufrávikið og þetta á líka þátt í þessu og við fáum myndin upp aftur að þá sjáum við það sem að gerist er það að af því að það sekkur minni sjór fyrir norðan, þá fer þetta færiband að hökta og þá berst ekki hlýi sjórinn hingað norður eftir. En hvað verður þá heita sjóin, segja sumir, og við sjáum þennan hringstraum sem er á báðum myndunum, að hringstraumurinn í raun og veru sem að beinir hlýja sjónum í áttina Kanaríeyjum, hann eflist á móti. Þannig að varmaflutningurinn hann er til staðar, hann er ekki að berast með sama móti til norðurs. Það er vegna þess að straumurinn, kaldi straumurinn, suður, hann er veikari og togar þá síður til sín heitan sjó. Já, vegna þess að djúpsjóamyndun. Og þar að leiðandi að því hann er ekki togaður, að þá fer hann bara til Kanaríeyju í stað. Það fer hann bara til Kanaríeyju í stað. Eins og við gerum, þegar það er kalt. Já, og þetta er hér á árum áður, þegar menn voru í þessum ískjarnaransóknum og jafnvel fyrr, þá sáum við það að straumakerfi í Atlantshafinu gat haft tvenns konar jafnvægisástand. Annars vegar eins og það er sem er núna og hins vegar hitt sem var hann á myndinni til hægri, þar sem að minna berstinga norður á bóginn og meira fer í hringströmmin. Og svo bara spurningin það hvenar rökkvum við úr einu ástandinu og yfir í þennan stað. Og það getur gert bara mjög hratt. Það er bara þegar jafnvægið brestur, þá kemur á nýtt jafnvægi. Og það er ekkert sem að bakkar, þá eru bara föst í því. Þangað til að það kemur annar rökk til baka. Smá aukaspurningar, hefur þetta eitthvað sérstök áhrif á Kanaríeyjar, þannig að það er svo margir á teini? Nei, breytir ekki mikið ég meina það hlýnar það bara eins og annars í takt við loftslagshlýnun og í raun og veru ef að þetta gerist að þá er tiltölulega lítið afmarka svæða á jörðinni þar sem að veður fer kólnandi af því að við njótum ekki lengur þessa hlýjund úr suðri en alls staðar annars staðar mun hlýna. Það er fyrst og fremst við. Það eru Færeyingar, það eru vesturströnd Noregs og upp eftir. Það verður óbyggilegt ég nefndi Lófoten.
Það verður það líklega. Já, eða allavega það kólnar það mikið að lífsskilyrðin verða með allt öðrum hætti og við höfum séð sveiflur í þessu svo sem áður, hægfara sveiflur og menn hafa ekkert átt auðvelt með að útskýra það sem að kallaði sér litla ísöldin sem að stóð hér frá því 1350 og á okkar slóðum alveg fram undir aldamóti 1900 og bjóð til okkar miðaldir það sem að mannlífið var ekki reisulegt hér. Nei, í sjálfu sér og það nú flestir sem telja það megi nú rekja þetta til hafstrauman, einhverja veikingar á hafstraumunum hingað norður eftir hvað sem að því olli nú á sínu tíma vegna þess að þessi áhrif voru á þessum sömu slóðum og þú varst að nefna hér áður Bretlandseyjar, norður með Noregi, Grænland og hér við Ísland. Má ég aðeins spyrja bráðnun Grænlandsjökuls af því þar fersk vatn sem rennur út í hafið og ef það eykst mikið er það nóg til þess að hafa áhrif á þessa hringrás? Mér fannst nefnilega fyrstir ég heyrði þetta að þá að tala bráðnun Grænlandsjökuls sem að myndi hafa þau áhrif að það kæmi ósaltur sjór sem myndi fljóta ofan á, ekki sökkva og myndi trufla þessa hringrás. Og það gildir alveg í dag, en þetta flóknara, menn sjá það að það er líka samspil seltunar á Norður-Atlantshafi og Sunnanverðu-Atlantshafi sem spilar hægt inn í líka og í raun og veru er kannski viðbótin af aukaleg bráðnun á Grænlandsjökli menn vilja meina það sé kannski svona 100 viðbótar rúmkílómetrar, þetta nú stórar mikla tölur meðan að venjulega er kannski bráðnun 150, 170 eitthvað svo leiðis og þetta svona mjög grófar tölur viðbótin 100 og þá sé þetta alltaf því dropi í hafið miðað við það ferskvatn sem kemur með Austur-Grænlandsstraumnum út Framsund og breytileiki í því þessi gríðarlegt magna ferskvatni sem er að renna þarna. Já, afrennsli frá allir Síberíunni og Alaska og Norður Kanada er bara meira þegar upp er staðið heldur en það sem er að bráðna aukalega á Grænlandsjökli þó að það sé mikið vatn sem er bundið í ísnum að þá er þetta nú svona hlutfallstölunar og ef við sjáum hérna næstu mynd sem sýnir strauman hérna við Ísland að þá er þetta svona sem að gildir, það er Hafrannsóknastofnun sem hefur gert þetta kort og það er farið í snið sem þetta merkt og hverju vori og oftar og það er mælt kafað það svo undir djúpið og hitinn og seltan eru skoðuð og þegar við sjáum hér einhverja breytingar þá koma þær fram í þessum mælingum bæði það er sjóri getur kólnað eða hlýnað og seltan getur sveiflast og þessi Austur-Grænlandsstraumur, það er bláu pílurnar sem við sjáum hér á milli Vestfjarða og Grænlands og það er hann sem ber með sér hafísinn. Hafísinn hefur minnkað en straumurinn er enn til staðar og svo erum við þetta með Austur-Íslandsstraumin sem kalla það er hinn bláa pílun hann út á Langanesi sem við fundum dálítið fyrir síðasta sumar í allir í norðanáttunni. Þetta er vindknúin straumur. Og veldur því hvað getur orðið stundum kalt þarna. Já. Það maður fær bara sultadrópa bara að nálgast Melrakkasléttu og Langanes. Já, sérstaklega þegar að þessi kvísli er mjög áberandi eins og var í fyrra. Og svo er þarna ringurinn þarna fyrir norðan. Þetta er eitt af þessum örfáu svæðum á jörðinni þar sem sjór er að sökkva. Og á milli djúpt út á Langanes og að Jan Mayen svo var annað norður á Jan Mayen og í áttina Svalbarða en og við viljum hann sökkvi til hann sogi til sín heitari sjó þannig að haldi færibandinu gangandi og stundum högtir það aðeins það rekkur alltaf aftur í gýrin vegna þess að við erum í þessum stöðuleik og síðan er sem sagt þessi Irmigerstraumur sem er þetta fyrir vestanlandið og hann fer til norðurs og blandar kaldari sjónu fyrir norðan og það getur verið mikið flögt í honum og stundum leggst kaldari og selturill sjór þarna ofan á hann og og það var einmitt við getum hugsað okkur það að áratuginn 1881 til 1890 að við höfum mælingar frá þeim tíma þá var ákaflega kalt á Íslandi og við fórum úr mjög hlýju sumri og yfir í eitthvað kalt ástand sem hann ekkert almennilega geta skýrt út hvers vegna var en þá má segja það að hitinn til dæmis í Stykkishólmi að það hafi verið 2 gráðum lægri heldur en var lengst af 20. aldarinnar 2,5 gráður í stað þess að vera 4,5 2,5 stað þess að vera 4 það er bara 1,5 og samt sem áður var þetta tímabil
sem var alveg hræðilegt hér á landi og fólk bara gafst upp á búsettunni hér og þarna náðu vesturferðirnar hámarki sínu 1887 eftir nokkur mögur ár og erfið í röð. Það var margt fólk sem hafði freistast til þess að reyna búskap á heiðarbílum og fleira og svo kom vorið 3 vikum seinna að það þýddi það að þú varst að drepa beljuna, svo maður vitni nú óbeint í sjálfsagt fólk og fleira, það sem getur verið það sem búskapurinn svo erfiður, hann má ekki við þessu. Það hljómar ekkert stórt út að segja 2 gráður. Maður getur bara 4 aðeins hærra í ofninum. Já, og sko þetta eitthvað svona sem við getum haft til viðmiðunar hvað gæti gerst ef að það myndi hægja á varmastreimunum hingað norður eftir. En þetta reyndar ekkert voðalega mikil kólnun með þær tölur sem líkurinn hafa verið að sína og segja og það var dálítið athyglisvert og það líka dálítið vitnað í það og ég fór af stað með svona lítinn fyrirlestur 2018 sennilega var það og það sem að því að menn voru þá að tala þessar sviðsmyndir, þessar 3 sviðsmyndir eða 4 sem alla gera ráð fyrir hlýnun hér á landi, mismikilli þó og við ættum að reyna að draga úr losunni til þess að halda okkur ekki í miðsviðsmyndinni heldur í kannski þessi lægri kemist kannski ekki þá lægstu en þá var alltaf ein til hliðar sem að ég kallaði hryllingsviðsmyndina sem að var í raun og veru þessi sem að við erum að tala hér að í stað þess að það línaði þá myndi kólna út af bresti eða meira átt að truflun í þessu hafstraumakerfi og það var svo merkilegt að það birtist þarna grein og manst að það var talað það að það hefði verið 40-50 vísindamenn sem voru staddir hér á Arctic Circle í fyrra og þar var meðan Stefán Ramstor, Halldór Björnsson á Íslandi og fleiri að þeir afhentu þar yfirlýsingu þar sem var vísað í þetta amok og veltirhringar og svo dæmi og þar var fyrsta tilvitnunin í því skjali að þar var tilvitnun í þessa Kínverja sem að fóru á stað með dálítið athyglisverða rannsókn sem að ég byggði meðal annars á þennan fyrirlestur minn og það sem ég gerðu var í raun og var ekkert annað en það að þeir tóku veðurfarslíkun sem höfðu verið keyrð áður 100 ár fram í tíman og til þess að keyra svona líkun á þeim tölvum sem að menn höfðu hér áður þá þurftur að gera allskis einfaldanir og þegar þú gert að gera einfaldanir í svona eðlisfræðilegu líkun þar sem öll hreyfingin meira og minna óreiðukennd, þá þarf þetta búa til að hafa hana línulega og þetta láta þetta allt hrökkva í einhverjum línum. En það sem þeir gerðu að þeir voru allt í einu konur með öflugri tölvur og þeir gátu keyrt þessi sömu líkun á einföldunar. Sko með því að draga þess úr einföldunum, þá bara allt í einu, þá bara hrundi allt kerfið. Þau breyttu engu öðru. En bara einhverjum forsendum í reikniverkinu. Þá fór líkanið að segja að hafstraumakerfin myndu falla? Já, eftir 300 ár reyndar. Já, en við það á síðustu myndinni, það sem ég kallaði hryllingsmyndina, þannig vísaði í þessa ágætu grein sem að birtist í janúar 2017, þannig þetta nú ekkert ný umræða. Og þetta eru þá hitabreytingar og það sem blátt, þar er kólnar en á öðru stöðum línar. Já, og við sjáum það, sko, þetta algjör hryllingur því að þannig gert ráð fyrir því að það kólni á milli Íslands og Grænlands 9 gráður frá því sem að nú sko. Það nú úr ansi háum söðulega detta, myndi ég að segja, sko. En þetta auðvitað allt saman byggt á einhverjum tilgátum, en af hverju erum við að segja þetta? Jú, við erum að draga þetta fram með því að við erum að draga þetta fram til þess að vekja fólk til umhugsunar það að afleiðingar á loftslagsbreytingum. Þú var eiginlega eftir að segja með það. Af hverju það af loftslagsbreytingarnar sem að geta ítt undir þetta? Það raun og veru það að sko, með hlýnun sjávarins þá breytum við í raun og veru þessum kröftum sem að draga sjóinn hingað norður eftir. Það það sem gerist. Og eitt af því sem ég svo sem ekki komið inn á hér er það að það hækkar, sko, út af rúmmálsbreytingu, þá hækkar sjórin, hækkar í sjónum, hækkar hæðarfletirnir suður á Atlantshafi út af Bandaríkjunum, út af Flórída. Þannig að sjórinn ekki togaður að eins miklu afli út úr Mexíkuflóa? Nei, hann kannski togaður að sveipuð afli á Mexíkuflóa, það vantar kannski styrkin til þess að knýja hann áfram norður eftir og eitt af því sem menn hafa verið að benda á og hefur komið fram í þessum útreikningum að stærri hluti af
af þessum hlýjendum eða af þessum hlýja sjó í raun og veru skellur bara á austurströnd Bandaríkjanna og þar hlýnar mjög skarpt 3 eða 4 gráður og menn eru þegar farnir að sjá einhverja breytingar í þá veru það út á Long Island og Washington og á þeim slóðum En við höfum ekki orðið var við mikið kólni hér, er það? Nei, það er Mér finnst eiginlega bara, mér finnst það að vera orðið svo undarlegt loftslag hérna, mér finnst alltaf svo rakt loftið og hlýtt og ég get svarið að ég lifði það í fyrsta skipti á ævinni, það voru 4 dagar í röð sem var logn í Reykjavík. Það búið að vera mjög hægverða samt í sumar, það má eiginlega segja eins og er. Nei, enda þegar við erum að tala uppbrot á þessari veltihringrás, þá er það eitthvað sem að gerist svona, það er eitthvað rofi sem fyrir í gang og það er ekki búið að taka í þann gikk ennþá þannig að það er enn að lína hér á okkar slóðum. Þú ætlar að fara að halda þig fram að við séum komnir kannski yfir point of no return? Nei, ég veit það nú ekki. Ég er nú ekkert viss það En það eru sumir sem benda á það og segja það að mögulega að þá sé þessi punktur sem þetta nefna, hann verði við 2,5 gráður línun en nálægt því. Við erum í 1,5 núna. En þetta veit enginn. En það getur vel verið að það gerist bara við rúmlega 1,5 eða bara við 5 af því að þetta hefur aldrei gerst áður, akkurat svona. En hvað með ísöldina? Gerðist þið ekki eitthvað svona þá? Já, það var í raun og veru það sem að svissar á milli ísald og hlýskeiða sem voru þetta miklu vægari hlýskeið en hlýindin sem við erum að upplifa núna. Ef við erum að horfa nálægt okkur í tíma, svona það byrja 2 milljónir ára aftur í tíman, að það eru breytileikar í brautarþáttum jarðar umhverju sólu. Þannig að það var úr meiri sólarorku að spila stundum sem að gera það að verkum að jörðin snýri öðruvís á sólinni og að því að hún er sporöskjulaga umhverfis sólina þá var eins og núna er jörðin fjærst hún bara greip, sérstaklega norðurhveli greip orkuna með öðrum hætti. Hlutfallslega ekki svo mikið mér orku en nóg til þess að hrista af okkur þessari ísaldar hlekki og við það að þá fór koltvísýringur og guð upp úr sjónum og á svona 500.000 árum að þá gjörbreyttist allt saman og þetta Golfstraumakerfi eða Norður-Atlantshafskerfi fann sér nýtt jafnvægi hingað norður eftir. Sem er búið að vera síðan. Það er búið að vera allavega síðustu 12.000 ári. En núna loftslagsbreytingar af mannavöldum valda því að hættan er, og það er fyrst og fremst að það er að hlýna og sjórinn er að hlýna. Og ef sjórinn hlýnar almennt að þá dregur úr þessu þörf, getur við sagt, þetta er alltaf ekki að persónu gera það sjóinn, þörf hans til þess að fara norður. Það er minna sem togaran. Minna sem togaran, já. Það er minni kontrastar í þessum, en þetta er þetta samspil er flókið, það koma inn í þetta margar breytur og menn þekki ekki almennilega áhrif ferskvatsins og hvernig það hefur áhrif á þetta en þetta er samspil norður og suður Atlantshafsins líka og það kemur skýrt fram í líkunum en það er ég meina heimshöfin núna bara síðustu örfá árum hafa hlýnað alveg svakalega mikið og ég var að skrifa bara það í morgun og meira heldur en að mann voru að spá, eða ekki? Jú. Flestar þannig eru drastískari breytingarnar heldur en menn voru að spá, er það ekki? Sérstaklega síðan 2020. Og það er ýmsar ástæður fyrir því, en við sjáum það bara til að mynda í Kyrrahafinu, austur á Japan, að þar hefur sjórinn frá 21-22 hlýnað bara nokkuð varanlega 3-5 gráður. Og það er, Japanir eru að koma út úr hlýjasta sumri frá upphæði mælinga hjá þeim og það er nú mjög langt aftur. Alveg aftur til 1898 þar sem getur skoðað hitan á landsvísu í Japan. Sama er í Kína og Kóreu á þessum slóðum. Þetta er mikið til vegna þess að það er bara meiri hlýindi og meiri varmi sem kemur úr sjónum. En þetta, þú segir þetta til langur tími, en þú varst að droppa 2 milljónum ára rétt áðan. Þannig þetta er þá bara brot af þeim tíma. Já. Við vorum að tala 2 milljónur ára sem það sem skiptist á hlýskeið og ísaldir með reglulegu millibili. Herðu, en ef við stöndum frammi fyrir 25% líkum á algjöri ógn, þá bregstu við. Já, það er það sem að... Þú kannski gerir það ekki ef það er 0,5% líkur á algjöri ógn. Bara eins og Stefán Ramstorff segir þetta, en ég segi það að þegar við ætlum að aðallegast hér á Íslandi að loftslagsbreytingum og þá verðum við að skoða bæði þessar klassísku hefðbundnu sviðsmyndir sem að heita einhverjum nöfnum og gera ráð fyrir því að hér líni
1,5 til 2 gráður og það drægjur losun síðar á öldinni eða sviðsmyndinni sem að segir það að það mun ekkert gerast neitt. Við þurfum líka að taka með í myndina sviðsmyndina sem segir það að það muni kólna og hvernig við ætlum að bregða það starfi. Það fyrst og fremst hlutur sem að við þurfum að horfa til. Hvað mun gerast, hvernig þurfum að bregðast við? Hvernig þurfum að bregðast við? Ég meina, annars vegar að það hlýni hérna 2-3 gráður og hins vegar að það kólni 9. Hvernig á ég að bregðast við því? Kannski ekki kólni, kannski ekki 9, en það geti það var einni myndir Já, það geti kannski kólna hérna 23. Ég held ef það myndi kólna 9 þá er landið nánast óbyggilegt, sko. En kannski ekki 2-3 ár, sko. En hérna... En við getum ekki undirbúið okkur undir þetta. Hvernig við undirbúið okkur undir það? Annað hvort hlýnar eða kólnar? Fyrsta sem þetta í hug, sko, það er að hitaveituna regin og vatn. Eitthvað svo leið, sko. En ég hef svo sem ekki mikið hérna pælt í þessu, sko. Það passa sig að tæmi ekki helliseiða hérna tankinn hann undir. Nei, það er eitthvað í þessa veru og við veitum hvernig við byggjum og hvernig við ætlum að bregðast við, sko. Og á sama hátt og eitt af okkar viðbragði eða aðgerðum eða viðbragði til þess að aðlaga loftslagsbreytingum ef að heimurinn fer hlýnandi og líka Ísland, að það er hvernig við ætlum að horfa á eða taka móti stórum fjölda loftslagsflóttamanna sem að munu leita hingað rétt eins og til annarra Norðurlanda eða norðurhjarðansa sem að er skárra að vera og bæði næg úrkoma og nægt fæði og ekki þessar hítabylgju sem verður alltaf stöðugt öðru. Það bara í sumar að ferðamannastraumur hlýtur að koma hingað því að það er orðið of áhættusamt eiginlega að fara að ferðast til Miðjarðarhafslandanna að sumri til. Það eru bara linnulausar hítabylgjur. Svo er það önnur umræða, sko, en á móti kemur ef við erum að tala um að það kólni hér, hvernig ætlum að halda landinu byggð, hvernig ætlum að halda fólkinu hérna. En hvernig getum við komið í veg fyrir þetta? Ættu við ég nefndi þannig áðan, ættu við að blanda okkur í hóp þeirra þjóða sem að líta svo á að þær geti orðið verstu fórnarlömb hérna loftslagslínunnar? Eigum við að vera þar? Nei, ég held að sé ennþá tími, þó að sé að nú að vera knappur og ég segi, sko, Íslendingar þurfa þetta að standa við sína skuldbindingar sem búið að gera og það er það sem er oftast í umræðinu, hvað er að gera, sko, til hvað aðgerð er að grípa hér. Ég ætla ekki að blanda mér í þá umræðu. Hvernig stjórnvöld útfæra það. En við getum hins vegar, sko, og við höfum margoft sýnt það þegar að vera að ræða svona stór hnattræn vandamál, við getum beitt okkur meira á alþjóðavettvangi. Ég hef oft talað um það. Við getum lagt þyngri lóð á vogarskálarnar og sett okkar besta fólk í það að setjast við borðið hjá stórþjóðunum og reynda að hafa áhrif í samvinnu með aðrar svona minni þjóðir, hvernig við eigum hvað sé best að gera og hvernig er best að ná árangri vegna þess að við sjáum það bara á fréttum, það er ekki mikil samstæða. Þannig getur við lagt mest af mörkum. Þetta litla brot þó mikilvægt sé. Það er ekki nema við upplifum að við séum í hættu. Mögulega. Ef við upplifum, eins og hefur nú verið talað að við munum bara græða á loftslagsbreytingunum. Vil ekki allir fá svona líni hérna 2 gráður? Mögulega, sömur tala þannig, sko, en sko, enginn er eyland í dag og við erum að horfa á þetta í heild sinni, segi ég. Sko málið er það að hérna við erum að berjast við það, þetta standa svo okkar alþjóðlegu skuldbindingar, en það sem við erum að draga úr losuninni skiptir í sjálfu sér ekki miklu máli í stóra samhenginu og þetta það er erfitt að komast í þetta og sjáum bara löndin hérna í kringum okkur að togast mjög á og við heyrum það bara í þessari umræðu hér sem er fyrir kosningar. Það er ekki mikið talað um loftslagsmál vegna þess að það eru önnur mál sem var að efnahag fólks sem eru ofan á. Ef við fyrir til Evrópu þá er það bara orðið, sko, herrvæðing Evrópu hefur bara ítt öllri umræðum loftslagsmálin bara að borðinu. Já, við getum sagt það, en það er í raun og veru, sko, pólitíkin á Vesturlöndum, hún snýst það hvað er þetta að gera fyrir mig. Og nú voru kosningar til dæmis í Noregi, bara eftir viku, og ég aðeins var að fylgjast með þeim. Og síðustu vikurnar, þá hafa borist fréttir af því í olíulandinu Noregi að þar séu þið búin að ná toppnum í olíuvinnslunni og nú stefni í það að olíufyrirtækin séu að fara að segja upp fólki. Þeir séu að fara að trappa sig hægt og rólega niður.
þá er þetta komið inn í kosningabarátuna og það má þetta ekki gerast vegna þess að það þýðir það að það verður atvinnuleysi og það er einhverja byggðir sem að fara illa út í því og ríkiskassin og olíusjóðurinn og allt hvað þetta heitir sko. Þannig að nú er verið að deila það hvort það eigi ekki að leggja kapp á það að halda áfram, að leita meiri olíu og viðhalda hjólinu bara gangandi sko. En þá gleyma með loftslagsmálunum á sama tíma og ég segi líka bara það að við Íslendingar í Norðurlandasamstarfinu eigum við bara að klappa Norðmönnum á bakið og segja gott hjá okkur eða eigum við að láta þá finna til tefansins alveg svo Svíjar gerðu gagnvart okkur hér svo mjög greinlega fyrir 20 árum bara út af hvalveiðunum. En eru við ekki að ræða að fara að leita olíu á Drekasvæðinu? Einhver að gera það, ég held að sé nú reyndar ekki pólitísku vilji fyrir því hér. Ég leiði mér efast með það. Mér finnst að vera að komið svolítið inn í umræðinu aftur eftir tiltölulega langt hlé, eða svona. Já. Hlé í 15 ára eða svo. Já. Herðu, Einar, ég held að ég skilji aðeins meira straumahafsins og hvaða vá þetta er. Þegar þú lest þessa grein, við munum vera svo gamlir að við munum ekki lifa þessar breytingar. Hver veit. En börnin okkar getur gert það. Og barnabörnin. Já, sérstaklega. Að nú talaðu það að þetta sé líklegast á eftir einhver 80 til 150 ár eitthvað svo leiðis en sko þó loftslagsumræðan sé ekki gömul þá man ég vel sko þegar að menn voru á allt annarri línu og það voru birtar sko forsíðugreinar og yfirskriftir á ráðstefnum þar sem að talaði að það er 6 gráður línun fyrir aldamótin eða fyrir árið 2050 og allur ís yrði horfinn á norður Íshafinu árið 2025 eða hvað var 2030. Svo verður til ný þekking, menn uppgötu eitthvað nýtt og ekkert uppgötu með rannsaka hlutina betur og læra orsakasamhengið og þá verða til nýja kenningar og það er bara í öllum þessum loftslagsvísindum er óvissa marga þætti en það er ekki óvissa það að aukning gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum leiðir til þess á endanum að lofthjúpurinn hann hlýnar. En hvað það gerist hratt og hvað það gerist meira en annar staðar. Sem eru neikvæðar breytingar. Neikvæðar breytingar og hvaða áhrif það hefur á hafstrauma, hvaða áhrif það hefur á veður og vinda, úrkomudreifingu, það er síðan meira óvissa. Einar, takk fyrir að koma hingað og komdu svo oftast. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og breytingarnar á honum. Næsti kafli er eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is